Þar með mælendaskrá lokað en Gísli Tryggvason næstur að mælendaskrá ekki sæl. Já, formaður, góði félagar og aðri áheyrendur. Það voru samtök út í bæ daginn sem að héldu því fram að aðilar í ráðinu mætti ekki tjá sig að taka þátt í umræðu sem að varðaði hagsmuni þeirra. Þannig kannski ætti ég að þegja sem embættismaður, ætti ég kannski að teljast vanhæfur, en ég svaraði þessu nú svoleiðis að það þarf að varða verulega og sérstaka hagsmuni fólks. Þannig að stjórnskipulegt vanhæfi á nú ekki við að mínum að tí svona máli. En ég held nú að þetta sé það sem koma skal og ég held að þetta sé alveg gerlegt að halda svona utanum fyrir flestar stofnanir og stjórnsýsla og stjórnvöld þýðir þá væntanlega líka sveitarstjórnir. En ef að á að skilja erindi rúmt sem kannski munnlegt erindi, þá held ég kannski að þetta geti orðið svolítið umfangsmikið, þannig að það mætti kannski skýra í greinargerð hvort að símtal til opinberrar stofnunar teljist erindi í þessum skilningi, þannig að það ber að skrásetja öll símtöl, efni þeirra og svo framvegis. Allavega lít ég á, í mínu starfi, lít ég á erindi hvort sem þau berast með bréfpósti, tölvupósti eða símleiðis eða á fundi. Ger engan greinarmun á formi þar. Varðandi aðra málsgreinina að listi yfir öll mál og gögn í vörslu hins opinbera skuli vera öllum aðgengilegur, þá kannski held ég að það veri þörf á fyrirvara eins og í 3. málsgreininni, þar að segja að það sé væntanlega svo allir skilja heimilt að undanskilja nafn sendanda erindis ef að efnisástæður eru til. Til dæmis ef að samkynniseftirlitið fær erindi frá eiginlega flautuþeytara samkynnisbrot, eða talsmaður neytenda fær erindi frá neytanda sem á ekki að hengja út fyrir að benda á einhverja misfellur, þá held ég að vera tryggt að sko listin megi vera nafnlaus, ef svo má segja, þar sem rök standa til. Allavega þegar einstaklingar eiga í hlut, síður lögaðilar. Það var nú bara þessi smávægilega ábending, en ég þekki það frá kollegum minnum í Noregi að þetta gefst mjög vel að hafa svona sjúrnal yfir einsend erindi og mál í vinnslu, þá geta blaðamenn einmitt spurt mál sem þeim finnst áhugaverð og upplýst almenning. Takk.